Súrt tap hérna á ÍR-vellinum í kvöld, hvernig svona líður eftir leikinn? Já, súrt var það en við spilum á móti liði sem er bara með moment í gangi á sér og er að gera vel í sínu, sem þeir eru góðir í og halda bara markinu sínu hreinu og vinna 1-0. Þetta eru svona kannski þeir sigrar sem að liði vilja en við vorum sérstaklega í seinni hálfleik klárlega betra liðið og svona kannski með ólíkindum að við höfum ekki náð að koma boltanum í netið. Mæta þessu ÍR-lið, er það pirrandi og svona, þeir eru lið sem kannski vilja vera svolítið leiðilegir? Já, það eru bara góð lið sem eru oft leiðileg og við lentum á móti bara, ég segi það, öflugu karakter ÍR-lið sem átti, já, bara barðist fyrir þessum 3 stigum og skora náttúrulega þetta típiska mark og föstu leikadrið sem við aðeins váum á verðinum en ég meina þeir eru bara á toppnum á deildinni og er að gera vel varðandi á okkur sem við þurfum náttúrulega að hugsa mest er næsti leikur eftir viku og við þurfum að taka eitthvað út úr þessu, þar að segja hugarfarslega fannst mér lið taka móti í ÍR-ingunum vel og við börðumst og reyndum allt sem ég valdi okkur stóð til að sýndum ákveðin gæði líka að skora markið, jöfnunarmarkið en það því miður tókst ekki í dag. Svona, í seinni hálfleiknum það var eiginlega, eins og sagðir áðan, bara með svona pínu ólíkindum að það hefði ekki náð að skora. Dagur fær dauðafæri og Daðir í fínu færi á teignum, það voru alveg moment til að ná þessu jöfnumarkinn. Já, bara ekkert öðruvísi. Við reyndum og það eru gæði í okkar liði og við erum búin að vera að sýna karakter í undanförnum leikjum þannig að ég bara hlakka til næstu leikja með okkur og auðvitað þurfum við áfram að halda sigurgöngu okkar áfram eins og við gerum í síðustu 2 leikjum en nú kom smá tap og sem að svona hristir aðeins í okkur en við erum ekki slegnir út á laginu, það er bara áfram gakk og næsti leikur. Hvernig, þetta var svona fyrsti Breiðholtsslagurinn þinn sem þjálfari í Leiknis, hvernig var bara svona fyrir þig að taka þátt í þessu? Jó, þetta var, ég veit ekki, ég taka þátt í mörgum leikjum og þetta var alveg, já, bara skemmtilegt að koma hérna í neðra Brölti og á erfiðum velli og ég meina mikið stuðningur hjá báðum liðum en náttúrulega súrastu öllu er að tapa en þetta er svona fótboltinn bara en jú, gaman að taka þátt í þessu á frábærum sólríkum degi en við þurfum að hugsa áfram og ætlum að koma sterkari í næsta leik. Smá svona læti kringum svona boðvakarnana upp á boxinu hjá ÍR-ingunum, fannst þér svona dómarinn að skerast inn í það? Já, ég meina það er frábær umgjörð hérna fyrir utan völlin en það má alveg bæta í og auðvitað verða menn svona kannski brjálaðir þegar vel gengur og þeir finna svona smjörþefinn að einhverju bestu deild kannski og þá kemur stemmingin og fólk mætir á völlin og já, þeir eru bara fullt róskilið. Bara svona hvernig leggst framhaldið í þið og eru bara hvernig hefur svona gengið að kynnast bara nýju liði og bara nýju teimi og allt svoleiðis? Það er bara ég hefur gengið bara mjög vel og bara til fyrsta daginn þá var ég komið verulega vel inn í þetta og búinn að setja mark mitt á skipulag og allt í kringu lið, umgjörð og annað og það er bara gaman, þetta er skemmtilegur hópur og ég vænti mikið sáanum að við höldum áfram inn í sumarið á góðu nótunum. Gengið vel að dusta reykja af þjálfarmöppunni? Já, algjörlega. Þetta er bara stuð og það er passion í þessu bara gott verkefni sem ég tók að mér og mér hlakka til að halda áfram. Takk fyrir að þú gangu vel.